Þannig það. Nú skulum við láta gamminn geisa og hafa gaman að vitleysunni. Þannig mér finnst mest gaman að láta eins og fífl. En þessi kross hins vegar tollir aldrei innan klæða og verður þess vegna hanga utan klæða því annars hann komin í buxusamsnit. Sagnamennska mín byrjaði þannig að þegar ég var lítill drengur þá var faðir minn sjómaður. Og þess vegna ólst ég mjög mikið upp í skúrunum hjá gömlumönnunum. Þessari töpuðu menningu. Þar sem að menn komu og kíktu inn, sögðu sögur. Og ég lærði þetta allt utan að. Og þetta var alveg verið ótrúlegt hvað þessi menn kunnu og hvað þetta voru ótrúlegi karakterar. Og minn uppáhalds sagnamaður var Helgi Andrésson, trésmiður. Vegna þess að það var alveg sama. Hvað Helga var sögð góð saga, hann gat alltaf sagt, hann nú ekki mikið. Og kom með aðra betri. Björn Guðmundsson hét ungur trésmiður sem hafði tekið eftir þessu hjá Helga. Og Björn gerði mikið í því að segja Helga miklar og skemmtilega sögur. Og eitt sem kom Björn á harðar hlaupum að því hann hafði heyrt góða ígjusögu austan á fjörðum. Og hann segir við Helga, Helgi, varstu búinn að heyra hvirfilvindinn á Seyðisfirði? Nei, það held ég ekki. Heyrðu, það var svoleiðis, Helgi, að það skellur á Seyðisfirði þvílíkur hvirfilbylur að 18 olíuföt sem stóðu á bryggjunni, hann skrúaðist tappinn úr þeim öllum. Og þá segir gamli maðurinn, hann nú ekki mikið. Einu sinni stóð tvílyft timbuhús á Gundakampi og það gefur suðaustan hvassviðri og það fýkur að grunninum niður í fjöru. Það varla lett að snýr sér í norðan ofsaveður og húsið fýkur á grunnina. Og þá segir Björn, nei, þessu lýgurðu, Helgi. Ég get svarið að það svaf með þessa maður í Kvistabæki.